Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þá skulum við rísa á fætur. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman dýrðarsönginn. Þá skulum við fá okkur sæti. Og lexía þessa dag sem 24. sunnudagur eftir þrenningarhátíð í Davíðssálmum. Færðu Guði þakkarfórn og efndu heit þitt við hinn hæsta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. Sá sem færir þakkarfórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega lætur sjá hjálpræði Guðs. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og síðari ritningarlesturinn eða pistillinn úr síðara Kórinthubréfi. Þar segir Páll postuli, en svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru, þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já, umfram efni sín. Af eigin hvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilugu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfan sig, fyrst og fremst drottni, og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skyldi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skuluð þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur ég að ganga og skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur, samanborið við ósérplægni annarra. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér Drottinn. Þá ætlar hún Áslaugu að syngja með kórnum. Min Drottinn Jesus, betur var, og syndir
Þá skulum við rísa aftur á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þetta eru hluti fjallræðunnar úr 7. kafla Matteusar guðspjalls. Þar segir Jesús: varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis. Annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér, eins og hræsnarar gera í samkunduhúsunum og á strætunum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri höndin ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leynum og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Skulum standa áfram og játa saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum. Steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.
er mér gaman að segja frá því að þetta lag var nú svona flutt hér í fyrsta skipti fyrir hálfum mánuði og það er eftir hann Stefán Birgisson, einn af kórfélagunum og Sigurbjörn Þorkelsson sem að þá predikaði, hann gerði fyrir hann texta við þetta fallega lag. Tókuð eftir því hvað Jesús var fyndinn á hann, þess að ég var að lesa. Það nefnilega var dálítið svona skemmtilegur húmorsbroddur í þessu sem hann var að segja. Og það nefnilega stundum þegar maður er að lesa Biblíuna, þetta er svona, hún er svona á svolítið aðeins formlegra máli heldur en til dæmis ég brúka núna og það er svona sést manni stundum yfir það. Þegar Jesús er að glettast. Eitt dæmi það þegar hann var svona kom með mjög svona hárbeitt grín, það er þegar hann var að tala hversvegna sérðu flísina í auga náungans og væri ekki nær að þú rifi bjálkan úr þínu eigin auga. Skilji, þetta er svona, þannig að koma með skemmtilega myndir og eins gerir hann núna þegar hann er að tala þegar þú gefur ölmusu, ekki gera eins og þeir hann í musterinu að láta einhver spila á trompet fyrir þig. Bara þannig að vekja nú örugglega athygli. Og það er ekki það að hann að vera að meina að einhver léti spila á lúður þegar hann var að gefa eitthvað. Hann var bara að draga það fram að þar væri menn svolítið gjarnir á það að láta bera á því þegar hann var að gefa af sér. Gefa ölmusu, gefa fátækum. Takið eftir því, ég get alveg látið 100 skall af Ragna og hendi Ragna eins og ekkert sé og eitthvað svona og ég er svo óbúslega góður og gjafmildur og svo framvegis. Það sem að Jesús er að tala gerið þetta bara af gleði. Gefið því til þess að gefa, til þess að gleðja aðra. Ekki til þess að stæra ykkur af því. Og sko þetta er svolítið vand með farið. Ég var einmitt svona, það kom upp í hugan á mér svona auglýsingar sem maður hefur heyrt á aðvendunni frá fyrirtækjum sem segja núna ætlum við ekki að gera þetta sem við erum vön að gera, við ætlum að láta alla peningana fara í eitthvað líknarfélag sem er frábært. Þetta er til eftirbreytni, en það er samt kostað til auglýsingum í útvarpið, ekki satt? Og það er allt í lagi, skiljiði, það er gott að vera til eftirbreytni en þetta er svo vand með farið að einmitt að vera ekki að blása í lúðrana en það er líka gott að svona láta vita af því að það er hægt líka að gefa af sér með öðrum hætti til þeirra sem að þurfa á því að halda. Ætli það sé ekki best að það sé þá kannski einhver annar sem gerir það. Annars að segja, heyrðu, þessi tók sér nú til og gaf rækilega með sér, sko. Frekar en að maður sé svona í því sæti sjálfur að berja sér á brjósti við því. Eins og Páll gerir í bréfinu til Korintumanna sem við heyrðum á hann var að tala þá í Makedóníu, bara þegar ég heyri Makedóníu og þetta mér í hug Eurovision. Ég veit ekki með ykkur, en það var ekkert Eurovision þarna, en það var söfnuður í Makedóníu og þetta var ekki ríkt fólk og þau höfðu gefið af sinni örbið og þannig að Páll bara, hann var mjög snortinn yfir því og vildi deila því með fólkinu í Kórintu. Þið eru alveg æðisleg, en þið mættu taka ykkur þau til fyrirmyndar í þessu. Hann gaf hrósið. Enginn það sem kom til Kórintu og sagði, hei, við erum nú vön að gefa miklu meira heldur en þið. Nei, hann gefur hrósið. Hann ber vitnisburðinn. Já, þetta er dálítið vand með farið. Ég heyrði dálítið skemmtilega sögu einu sinni, það var svona, gerðist fyrir löngu síðan, það var svona kristileg samkoma og sá sem var að stjórna, hann segir, já, og svo eftir samkomuna þá eigum við gott í vændum að því að hún, já, segjum bara Jónína, hún er búin að baka svo fína kökur handa okkur. Þá réttir Jónína upp hendina og segir, þú átt ekki að vera að minnast á þetta,
En ég steikti líka kleinur og smurði skonsur. En þetta búið krútlegt. Og svona passar alveg prýðilega vel inn í. Já, að gefa vegna þess að það sprettur fram. Og það eins með bænina. Hún hefur oft verið nefnd andardráttur trúarinnar og það hefur verið að leggja út af því hvað það þegar við öndum frá okkur og þegar við öndum að okkur og eitthvað svona. Og Hallgrímur Pétursson orðar þetta líka með bænina, hvað hún sé mikilvæg fyrir trúarlífið. Og ég held að þetta sé bara alveg hárrétt. Bænin jafn eðlileg fyrir trúna og andardrátturinn fyrir lífið. Ekki það að við þurfum eitthvað að leggja eitthvað út með það, bara til að sýna okkur fram á hversu mikilvæg bænin fyrir trúna okkar og það bara eðlilegt líf. Jesús talaði hræsnara og það kemur af orðinni hypokríte og hypokrítar voru leikarar, sviðsleikarar sem að léku sín hlutverk með grímur fyrir andlitinu. Og það varpar svona ákveðnu ljósi á hvað hann á við. Ekki þykjast fyrir ykkur annar. Vertu bara einlægur og einlæg. Ekki eins og þú sért að standa á einhverju sviði. Vertu bara, komdu með af heilu hjarta og gefðu það af þínu. Og það svo margt, þegar ég tala að gefa, þá förum við auðvitað að hugsa veskið okkar sem kannski ekki voðalega þykkt. Og allt það. Og ef presturinn fara að tala að gefa af fjárskorti og allt þetta. Nei, við erum sannarlega minnt á það sérstaklega á þeim tíma sem í hönd fer að það eru margir sem þurfa á peningum okkar að halda sem ef við erum aflögu fær. Ef við getum gefið á svo margan hátt. Við getum gefið á okkur sjálfum. Til dæmis eins og fyrirtæki þar sem fólki líður vel að starfa, þar sem eru svona eðlileg samskipti bara við yfirmanninn og þá svona sprettu það af sjálfu sér. Þetta svona eins og smurð vél, þetta svona eins og olía sem leikur allt og öllum líður vel. En leið og mannleg samskipti að það eru brestir í þeim, þá fer fólki að líða illa. Það var svo falleg saga sem að æskuvinur mér sagði mér í sumar. Hann flugmaður fyrir alveg svakalega ríkan Sádi-Araba. Enga flugmaður, hann á svona stóra þotu og svakalega ríkur. En hann sagði að þetta svo yndislegu maður. Hann þekkir alla sem vinna hjá hann. Og ekki nóg með það, hann veit hvað börnin að heita og hann spyr þau. Og hann hefur áhuga á því, hann ekki bara þykjast, hann hefur áhuga á því. Og hann gerir þetta af kærleika. Ég myndi ykkur hvað, en hann gæti ekki hugsa sér að vinna fyrir betri mann. Hvað hægt að gefa af sér á svo margan hátt. Og ég rakst á svo frábært vídeó á vefnum með uppistandara sem heitir Michael Jr. Og hann var spurður að því hvað mikilvægasta svona andartakið á þínu ferli sem skapaði þig. Hann hefur svona slegið vel í gegn. Hann hefur verið hjá DLN og ýmsum stöðum og verið í sjónvarpi og það sem að milljónir eru að horfa. Og hann sagði það var ekki það. Það sem að breytti öllu fyrir mig á ferlinum var að einu sinni var ég að koma fram fyrir sal fullan af fólki og það svo grínistar ganga svo mikið fyrir því að fólk hlægi þegar þau tala. Hann hugsaði, ég ætla ekki að kanna hvað ég get fengið út úr þessu sal, heldur ætla ég að gefa þeim tækifæri til að hlæja. Ég ætla að gefa þeim hlátur. Og hann sagði, þetta hugafar breytti öllu. Ég var ekki þarna til þess að fá frá þeim, heldur að gefa þeim tækifæri til að hlæja. Svo nefndi hann aðra sögu að stærsta andartækið þó, það væri þá fékk hann einhvern tímann tækifæri til þess að skemmta
fyrir fjölskyldur og börn og þessi börn áttu að sameiginlegt að búa yfir erfiðri reynslu ofbeldi. Og meðal annars sá hann lítið strák þarna sem var í Spiderman-búning og með grímu og amman sagði honum frá því að mamma hefði beitt hann svo hryllilegu ofbeldi að hann þyrði ekki að fara úr Spiderman-búningnum. Það var eins og svona vörn fyrir hann að hann felldi sig á bak við grímuna. Og svona í upphafi þá gefur hann litla bók og svo bara fyrir hann að grínast og allir hlæja og þetta voðalega góð stund. Og svo smá þögn, þá heyrist lítil rödd sem segir: ég heiti Rónan. Og hann lítur á fremsta bekkinn, þá var strákurinn búinn að taka af sig grímuna. Þannig að hann gaf með gleðinni sinni honum hugrekki til þess að bara standa upp og segja hvernig hann væri. Við höfum svo margar leiðir til að gefa. Við þurfum ekki einu sinni að kunna segja brandara, bara hvernig getum við gefið á okkur? Það er í rauninni þetta sem að Jesús að kalla okkur til að hugsa Hvernig getum við gefið? Gefið af gleði og þannig að það sé bara eðlilegt. Eðlilegur farvegur trúarinnar, eðlilegur farvegur lífsins. Við erum hér til þess að gefa á okkur. Og einn sagði í lokin, ég man svo vel eftir þegar hún Herdís, kennari, hvað stóttir hún áttur? Egilsdóttir. Og hún var eins og spurði hver munurinn á menningunni núna og þegar þú varst ung? Og hún sagði, stærsti munurinn þessi, þegar ég var ung, þá hugsuðu allir, hverjar eru skyldur mínar? Mér finnst svolítið yngra fólk í dag að hugsa meira hver eru réttindi mín. Hvað get ég fengið í staðinn fyrir hvað get ég gefið? Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og nú ætlar kórinn að syngja fyrir okkur og sú sem að syngur fyrir núna, hún Katrín Valdís Hjartardóttir, hún nú heldur betur að gefa okkur. Hún kom alla leið frá Bifröst til þess að syngja fyrir okkur með sinni fallegu röddu. Ást að veði. Svo að það
þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng eilíf. Þeim sem hjálpræði vann handa mér, þeim sem heim til Guðs bíður með sér, þeim sem einn mannkyns frelsari ég syng Nú ætlum við að eiga saman bænastund og ég bendi á altarið hérna aftast, kertaaltarið, bænaaltarið, sem að bæði hægt að tendra ljós fyrir bænarefnunum okkar og líka skrifa þau á miða, og þá hópur hér sem hittist á 50-dagsmorgnum klukkan 9 sem að biður fyrir þeim bænarefnum sem að berast hingað. Og ég vil endilega benda ykkur líka og það velkomið að senda bænarefni á lindakirkja.is. En hér ætlum við að eiga saman stund frammi fyrir Guði í bæn og við getum setið í sætunum okkar og lagt fram fyrir Guð það sem að hvílir á hjarta okkar. Við getum tekið þátt í söngnum og eins og ég sagði á hann, kveikt ljós eða komið bænarefnin á framfæri með þessum hætti. Nú skulum við biðja saman.
Drottinn, þakka þér fyrir að við getum leitað þín með allt. Ég bið þig að blessa bænirnar sem hér hafa stigið upp til þín í kvöld og þú þekkir hjart okkar og þú þekkir áhyggjur okkar, gleði og mætir okkur eins og þú einn getur. Drottinn, þakka þér fyrir að þú gefur og þú gefur okkur tækifæri til að gefa af okkur. Viltu opna augu okkur fyrir því hvernig við getum verið öðrum gjöf? Þakka þér fyrir að við getum verið sama hér í kvöld til þess að lofa þig og leita þín. Hvernig þú mætir okkur í lífinu miðju hér í kvöld og alla daga. Og við felum þig bænirnar okkar í bænirnar sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Skulum rísa á fætur. Drottinn blessi þig og varviti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Ég ætla að biðja ykkur að standa áfram nema þið eigið erfitt með það. Nú ætlar hann Gísli Friðriksson að stíga fram og leiða okkur hér í söng Lean on me eða treyst á mig, og það passa nú heldur betur vel við boðskap kvöldsins. Gjörðu svo vel. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow.
gonna need somebody to lean on. Lean on me. When I'm strong, I'll be your friend. I have to carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði.